Ráðherranefnd málefni norðurslóða hefur kynnt nýja skýrslu hagsmunamat Íslands á norðurslóðum. Skýrslan kemur út í tilefni af 20 ára afmæli Norðurskautsráðsins en það samstarfsvettvangur 8 ríkja sem liggja að norðurslóðum. Skýrslan var kynnt fyrir fullum sal í Háskólanum á Akureyri og voru fulltrúar 5 ráðuneyta viðstaddir. Sigurður Ingi Jóhannsson, forsætisráðherra, leiddi vinnu nefndarinnar og segir hann bæði tækifæri og hættur fólgnar í auknum umsvifum á norðurslóðum. Hætturnar eru snúa þá fyrst og fremst af annars vegar umhverfismálum. Við getum sagt súrnun hafsins, við getum sagt bara þessum öllum áhrifum af hlýnun loftslagsins og þeim áhrifum sem það hefur bara á lífríki og vistkerfi og þar af leiðandi okkur mennina. Það hins vegar það kannski öryggismál í orðsins víðtækasta skilningi. Það að segja við sjáum í vaxandi mæli umferð, siglingar, ferðaþjónustu, ekki bara siglingar með farþega heldur einnig með vörur í framtíðinni og þá þurfum við að vera í stakk búin til þess að fjalla og takast á við ef það verða slys, umhverfisslys eða bara til þess að leita fólki og bjarga. En svo þetta líka alltaf hætta þegar það eru svona umbrota tímar í heiminum að á svæði eins og norðurslóðum geta orðið átökina stóru og þannig getur þetta orðið líka öryggismál í svona stóra samhenginu. Það klárlega tækifæri sem felast í mörgu þessu. Það búa fjölmargir aðilar á norðurslóðum. Og við Ísland og hafsvæðið á Íslandi tilheyrir þessu svæði. Við erum kannski einn stærsta þjóðin á þessu svæði, nágrannar okkar grænlendingar og færeyingar. Við getum aukið samstarf okkar gríðarlega. Og þessar 3 þjóðir, vestnorrænu þjóðir, ef þær tækja nú höndum saman og þá stjórnum við raun og veru og ráðum yfir stórum hluta af vestur-norður Atlantshafi. Fiskveiðum, siglingum, auðlindanýtingu og svo framvegis. Þetta svæði Norðausturland og Eyjafjarðarsvæðið, hvaða hlutverki myndi það mögulega þjóna í áframhaldandi þróun á norðurslóðum? Eitt af því sem náttúrulega þarf að takast á við eru opnun siglingaleiðarinnar yfir pólinn og þá áhugi mjög stóra aðila í hinu stóra heimi á að hér geti verið einhvers konar umskipunarhöfn eða í það minnsta einhver þjónustuhöfn sem að þyrfti að takast á við þetta og það hafa ýmsir þættir verið skoðaðir í því á svæðinu, alveg frá má segja Ísafirði, Akureyrarsvæðinu, Bremenport í Finnafirði og síðan suður á firðina Reyðarfirði, Eskifirði, etc. Þannig að þetta er eitt af þeim áskorunum sem við þurfum í stjórnkerfinu að fara að taka ákvarðanir út frá. Við Háskólann á Akureyri hefur á síðustu árum verið byggð upp umfangsmikil starfsemi tengd norðurslóðum. Fjölmargar stofnanir eiga aðild að Norðurslóðanetti Íslands sem var stofnað árið 2013 en tilgangur þess að auka sýnileika og skilning á málefnum norðurslóða. Að sögn Sigurðar Inga skipti þessi starfsemi miklu máli. Gríðarlega mikilvægt. Við ferðum í samstarfið við alþjóðasamstarfið, mikilvæga stofnun hingað frá og með áramótum janúar 2017 sem kemur þá til viðbótar við þær sem hér hafa verið, stofnun Vilhjálms Stefánssonar, KAF, PAME og Arctic Polar og svo framvegis sem á háskólanum. Þannig að hér mikilvægi þunga miðja þessa rannsóknar og hugveitu, en við þurfum líka að horfa kannski í framtíðina á aðra þætti eins og samgöngumál. 2 af 6 vinnuhópum Norðurskautsráðsins hafa aðsetur á borgum við Háskólann á Akureyri, en það eru KAF og PAME sem einnig eiga aðild að Norðurslóðanetti Íslands. KAF starfshópur verndun lífríkisins á norðurslóðum og okkar megin markmið og vinna felst í því að við stöndum á milli vísinda og stefnumótunar þar sem við samræmum starf vísindamanna á norðurslóðum og færum saman niðurstöður úr þeirra starfi til Norðurskautsráðsins. Hvernig staðan á vísindum varðandi norðurslóðir og rannsóknum? Í raun það töluvert mikið starf unnið. Þetta náttúrulega alveg gífurlega stór svæði. Þannig að það ýmsu ábótavant. Sér í lagi vantar umhverfisvöktun, meira af henni. Og erum við með öfluga rannsóknarmenn á þessu svæði á Norðurlandi? Ég myndi segja að vera mikið öflugt starf á Norðurlandi. Og Sofía, hvað getur þú sagt mér starfsemi PAME?
PAMI einn af 6 starfshópunum hérna í Norðurheimskautsráðinu, stendur fyrir verndun á hafsvæðum norðurslóða og við erum einkum í stefnumótun og þá stefnumótun sem að snýra kannski bæði lagalega umhverfinu í málefnum hafsins á norðurslóðum og svo út frá atvinnugreinum, þá einkum siglingum og við tökum og nýtum okkur mikið vísindavinnu sem unnin í Norðurheimskautsráðinu og í okkar stefnumótun og svona framtíðarsýn Norðurheimskautsráðsins í málefnum hafsins. Nú hefur verið byggt upp öflugt norðurslóðanet hérna á Akureyri. Hversu miklu máli skiptir að hafa þetta svona á sama stað? Ég held að skipti gríðarlega miklu máli. Við sjáum að þetta að byggjast upp til dæmis í Noregi, Tromsø. Þeir leggja mikla áherslu á að samlegar áhrif ýmsu vettfanga og vísindamanna og mannfræðinga og annað sem að þeir séu saman og vinni sameiginlega að verkefnum af því að þetta orðið, við erum farin að vinna svo, þetta farið að skipta miklu máli að þessi samvinna. Og hér á Akureyri þá hefur þetta skipt gífurlega miklu máli. Hversu mikið vitum við lífríki á norðurslóðum, Kári? Þekking okkar á lífríkinu á norðurslóðum hún götótt, ef svo má segja. Þetta náttúrulega gífurlega stórt svæði og þannig að mjög erfitt að rannsaka og fylgjast með í öllu og eins líka kannski þær breytingar sem við erum að sjá í kjölfar loftslagsbreytinga eitthvað sem við bara skiljum ekki fyllilega. Ég held að það sem þarf til þess að fylla upp í þessar gloppur í raun að auka þar vöktun á norðurslóðum. Það þarf að auka samstarf á milli þjóða. Það þarf að tryggja að vinnubrögð séu sambærileg. Það þarf að tryggja að gögn séu vistuð og deilt á sama máta til þess að fá í raun sem mest út úr þessu starfi. Og þetta dýrvinna. Hvaða tækifæri eru í auknum siglingaleiðum á norðurslóðum í kjölfar hlýnandi loftslags til dæmis? Já, ég held að það erfitt að segja hver tækifæri framtíðarinnar eru vegna þess að við vitum ísinn náttúrulega að minnka en það má kannski segja að hann mun aldrei hverfa. Þannig að tækifærin geta kannski eru kannski takmarkari heldur en maður kannski stundum að lesa í fjölmiðlum. Vegna þess að þessi siglingaleið beint yfir pólinn kannski ekki eins fýsileg eins og ætla mætti. Það þarf miklar tæknilega aðstoð með ísbrjótum og fleira og það til dæmis kostnaður við að sigla norðausturleiðina meðfram ströndum Rússlands og þannig að það erfitt að meta tækifærin en svona við erum eins og til dæmis núna þá erum við í gagnasöfnun og byggja upp stóran gagnagrunn siglingar á norðurslóðum. Og þar eru tækifæri í þeirri samvinnu. Og eru þá tækifærin kannski helst í vöruflutningum eða slíku eða eru það farþegaflutningar eða hvers konar siglingar eru þetta sem rætt að verða með þetta? Í þeim gagnagrunni sem við erum að skoða þá eru það allar siglingar. En ég held að tækifærin eru kannski meiri í flutningum á fólki. Það hefur náttúrulega mikið aukist en að samaskapi eykst þá hætta á mögulegum slysum og umhverfisvá. Og Kári, nú oft talað olíuvinnslu náttúrulega í tengslum við norðurslóðir og Drekasvæðið. Eru það að meta eitthvað áhrif af slíkari starfsemi á lífríki? Að takmörkuðu leyti. En það alveg ljóst að það sem við sjáum út úr alþjóðastarfi hvað varðar loftslagsbreytingar, það alveg það þarf að vega það og meta mjög alvarlega hvort að eigi að nýta þessa olíu. Við sjáum náttúrulega loftslagsbreytingar eru helsti drifkraftur breytinga á norðurslóðum, þannig að það þarf að fara mjög varlega í slíka framkvæmdir.